Eyþingssvæðið sem nær frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru tæpir 22.000 ferkílómetrar að stærð. Þar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Í fróðleiksmálunum ætlum við að kanna framtíðarmöguleika á Eyþingssvæðinu á 8 mismunandi sviðum. Í fróðleiksmála dagsins fjöllum við nýsköpun. Nýsköpun í sinni einföldustu mynd það að skapa eða búa til eitthvað nýtt eða endurbæta það sem þegar til. Nýsköpun spilar víða mikilvægt hlutverk, til dæmis þegar kemur að sóknarfærum í viðskiptum eða nýjum leiðum í markaðssetningu, en einnig í vísindastarfi, stjórnunarstörfum, tækniþróun, listum og menningu. Á Eyþingssvæðinu fjölbreytt nýsköpun, allt frá býflugnabónda í Mývatnssveit til snyrtivöruframleiðslu úr íslensku hráefni. Hér uppgangur í frumkvöðlastarfi og svona mætti lengi telja. Sigurður Steingrímsson, verkefnastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Akureyri, velti nú fyrir sér framtíðarmöguleikum á sviði nýsköpunar á Eyþingssvæði. Nýsköpun á Eyþingssvæðinu hefur svona kannski haft ákveðin svip, sérstakann svip. Það hefur verið ákveðin hæg þróun hjá flestum og mjög mörgum fyrirtækjum bæði í framleiðslu og þjónustu og þetta vex svona stiga stigi og margur finnst að kannski það sé ekki mikið nýsköpun en þegar maður fer að gá að því þá sér maður nánast hjá flestum með öllum fyrirtækjum þá eitthvað nýtt í gangi sem oft mjög skemmtilegt og vekur áhuga. Og þess fyrir utan þá á Eyþingssvæðinu fjölmargir nýir sprotar, til dæmis svona í hugbúnaðargerð sem mjög spennandi og ég held að þeir eru mikla framtíð fyrir sér. Þetta Eyþingssvæðið hefur náttúrulega breyst gríðarlega mikið á síðustu árum og áratugum. Hér var náttúrulega gríðarlega mikil framleiðsla, náttúrulega unnið úr fiski og fiskafurðum og landbúnaðarafurðum. Það var mikil framleiðsla, þetta var iðnaðarsamfélag með sínum verksmiðjum og það hefur hægt og bítandi verið að breytast. Vissulega hér sjávarútvegur og landbúnaður mjög sterkar stoðir og þar hefur orðið mikil framþróun, skemmtilega framþróun, en svæðið hefur verið að breytast meira í svona þjónustu svæði þar sem ýmiss konar þjónustu, fyrirtæki, upplifun og fleira er meira og meira ábyrrandi og ég held að sú þróun komi til með að halda áfram. Ég held að við getum alltaf gert betur og hér á Eyþingssvæðinu sem öðrum svæðum og ég held að verðum að vera stöðugt á varðbergi og vera tilbúin til að taka á móti nýjum viðmiðum, nýjum fyrirtækjum og nýju fólki og þar á einu sviði verðum við sérstaklega að skoða okkur og skoða málin og það varðandi svona framtíðarhagkerfi sem ég held að verði rafrænt hagkerfi. Þetta hefur verið að stíga sín skref núna undanförnum árum, sín fyrstu skref og það mun ganga hraðar líka yfir Eyþingssvæðið og ég held að við séum kannski ekki endilega nægjanlega vel undirbúin. Við þurfum að fræða unga fólkið, unglingana og fólk í háskólum að þetta hagkerfi, þjálfa það þannig að það verði ekki bara neytendur og notendur heldur þáttakendur í þessu nýja og skemmtilega og spennandi hagkerfi. Þetta hagkerfi þar sem að menn jafnvel hanna, þróa, smíða, selja og neyta eða njóta rafrænt. Þannig að það verður kannski aldrei til nein eiginleg vara þess að þetta hentar sérstaklega vel fyrir svæði eins og Eyþingssvæðið. Og þarna getum við gert stórt átak og verðum að gera. Já, ég hef bind mikla vonum við Eyþingssvæðið og ég er sannfærður að það á mikla framtíð fyrir sér. En við verðum að gera okkur grein fyrir í þessari stöðu sem við erum í. Við erum alllangt frá svona eins og ég segi stundum alvöru markuðum, það sem stóru markuðum erlendis, það eru langar flutningsleiðir, það eru langar leiðir fyrir fólk að koma hingað og fyrir okkur að fara með vörur. Þannig að ég held kannski að þróun verða á einhverju leyti tengd þessu rafræna hagkerfi þar sem fjarlægðirnar skipta ekki eins miklu máli og við getum verið að vinna og selja okkur þjónustu, upplifun eða hvað sem nánast hvert sem í heiminum á þess að flutningurinn sé farartálminn. Nú, einnig sé ég að þróun á Eyþingssvæðinu, kannski sérstaklega Akureyri sem hluta af Eyþingssvæðinu, hér mun rísa og verða vaxandi þjónustukjarni sem gegna miklu hlutverki fyrir landið í heild sinni. Þessi þjónustukjarni, hann þarf að
vinna töluvert í nýsköpun og þróun og þróa upplifun hér, þannig að þeir sem að sækja hingað þjónustu, þeir muni hana og þekki og njóti hennar ekki síður en annars staðar. Við höfum sem betur fer verið að færast mikið saman og það er vel. Og ég held að það verði þegar við horfum til lengri tíma, þá verður þetta orðið þá stöndum við miklu nær hvert öðru en við stöndum í dag. Og ég held að við verðum til dæmis að hætta að togast á einstök verkefni innan svæðisins. Við verðum að gera grein fyrir því að verkefni í hvað formi sem það er, hvort sem það er fyrirtæki, stofnun eða hvað annað sem kemur inn á svæðið, það njóta allir góðs af því og við höfum ekki skilaboðin út í frá frá okkur með aldrei vera þau að við séum að togast á bitan hér innan svæðisins. Það myndi hjálpa okkur mikið. Og ég held að komandi kynslóðir þar muni stíga upp úr þessum svona skemmtilega gamla, við getum sagt repparík sem aðeins eimir ennþá eftir af, mjög skemmtilegur en hann mun brátt heyra sögunni til. Ég held að í mínum huga þá byggir nýsköpun gríðarlega mikið og mestu leyti á þekkingu. Og ef að við gæti og hefði alla fjármuni til, þá myndi ég leggja þá í að efla þekkingu á öllum stigum og ekki síst í háskólanum. Núna held ég að við þurfum að leggja mikla áherslu á það að háskólinn eflist og verði undirstaðan í nýsköpunni næstu áratugina. Og það væri mín draumasýn að sjá menntakerfið allt eflast og nemendurnir núna verði virkir þátttakendur í nýsköpun næstu ára.